Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Oddný Eir og til minni kominn góður gestur. Þorvarður Árnason, eða Þorri, forstöðumaður rannsóknarseturs HÍ á Hornafirði og hann fræðimaður í umhverfis hugvísindum, ljósmyndari, listamaður og rithöfundur. Ég baði að koma til þess að segja okkur aðeins meira frá þessari bók sem ég ræddi nú hérna í vetur einhvern tímann þegar þú komst til mín að segja mig frá starfsemi, mjög mikilvæg starfsemi rannsóknarsetursins, en við lögðum upp með að ræða bókina og svo fórum við að tala rannsóknarseturið sem náttúrulega bara að þetta tvennt má segja enn og samtvinnað, en þetta alveg gríðarlega mikilvæg bók og ég bara óskaði til hamingju með hana. Takk. Og eiginlega íslenskri þjóð fyrir að vera búin að fá þetta eiginlega svona manifesto fyrir náttúruvernd og ég veit ekki, einmitt umhverfis hugvísindi kannski. Þú ert eiginlega búin að leggja hérna upp hálfgert prógram fyrir okkur sko. Því að þú lýsir hérna mjög mikilli, þú lýsir í þessari bók dálítið hvað hvar vantar, ekki bara í kortagerð varðandi víðernin heldur svona eins og okkur vantar svolítið núllpunktinn til að átta okkur á því á hvað forsendum við eigum að berjast fyrir víðernunum og náttúrunni og Nákvæmlega, sko, það út af þessu þegar að víðernin verða formlegt viðfang náttúruverndar, það að segja þegar að víðernin eru svona skilgreind með lagalegum hætti. Já. Þá breytist staða þeirra sko talsvert og það sem sagt 1999 sem að víðerni eða ósnortið víðerni svo að hét sett inn í náttúruverndarlög og síðan í kjölfarið sko fara alls konar hlutir að gerast. Það sett af stað vinna við kortagerð. Það farið að taka víðerni inn í umhverfismat. Það farið að horfa svona einhver leyti á möguleikan á því að stofna verndarsvæði víðerni. Og svona ekkert af þessu var kannski hægt áður en að þetta sko fyrirbæri var skilgreint með lagalegum hætti. En þú ert samt að segja að þessi lagalega skilgreining henni sé ábótavant. Já, hún barnsins tíma og ég ekki að áfellast á nokkurn hátt eða gagnrýna það fína fólk sem að skilgreindi hugtakið á sínu tíma. Þetta var starfshópur sem var skipaður af umhverfisráðherra að frumkvæði þingmanna kvennalistans og bara úrvalsfólk í þessum starfshópi og þau hefðu ekkert mjög langan tíma, þau hefðu 6 eða 9 mánuði til þess að vinna skilgreiningu, drauga skilgreiningu sem síðan var tekin orðrétt upp í lögunum sem kannski segja manni að alþingismennir þeir voru kannski ekkert mikið að hugsa þetta en kannski það ýmis konar gallar á þessu frumstarfi. Sko, það var mjög lítil fræðileg þekking fyrir hendi á Íslandi á víðernum eða wilderness sem þetta lykilhugtak sem notað í alþjóðlegu samhengi. Og þá passa sig að má ekki rugla þessu saman við fyrir bara eins og wildland sem ákveðin nálgun sem var þróuð í Skotlandi og svona og það sem að wilderness sú hugmyndafræði mynda mjög mikilvægan kjarna í náttúruvernd almennt út allan heim og þannig að sko það sem að nefndin gerði svona eftir því sem að mér sýnist miðað við það að fara svona horfa aftur á bak að þau tóku sko svona kjarnahugmyndina víðerni sem wilderness úr bandarísku víðernalögunum sem voru sett 1964 svona 15 árum áður en að þessi nefnd tekur til starfa. En hins vegar þá lituðu til Noregs
eftir tæknilegri útfærslu á því hvernig var hægt að gera þetta. Af því að Norðmenn höfðu svona á 9. áratugnum byrjað að reyna að kortleggja víðerni, en þá reyndar fyrst og fremst á skipulagsforsendum. Já. Og síðan þegar að starfshópurinn skeytir þessu tvennu saman, þessari svona náttúruverndar hugmyndafræði frá Bandaríkjunum og þessari tæknilegu skipulagslegu nálgun frá Noregi, þá verður úr þessu svona hálfgerður óskapnaður. Já, það gæti svona, mann finnst þetta gæti verið góð útkoma að blanda eitthvað svona tvennu úr sitt hver áttunni, en getur verið misefnað. Það er eitt sem ég dettur í hug sem ég langar að nefna þegar þú ert að segja að þegar þú segir svona ákveðið, það má ekki rugla þið saman við hvað segirðu, víðerni eru annað heldur en það er wilderness, heldur en wildland, já. Sko, og þú náttúrulega ert mikið í þessum skilgreiningaratriðum og þótt að bókin sé vel skrifuð og mörgur leiti fagurferðileg, eins og að þá er hún líka mjög nákvæm, sko, fræðileg og mann hugsa með sér að það er búið að gagnrýna svolítið núna eins og fræðifólk fyrir það sé alltaf að segja hvaða orð megi nota og svoleiðis. En að því þú ert að nefna lagaramman, að þá kannski stundum áttum við okkur ekki á því hversu mikilvæg, að þú ert raunverulega ekki að tala um að fólk megi ekki nota það í ljóðum eða eitthvað svoleiðis. Nei. En þú ert að tala um að því að þetta þetta er hugtök sem að liggja allir grundvallar lögum. Akkurat. Og sem að varða þá raunverulega bara okkar framtíð mjög og þannig að það þarf að vera nákvæmt, sko. Já, og það sem er, sko, náttúrulega það sem ég set mest út á þessa upphaflegu lagaskilgreiningu sem að síðan hefur enda breyst aðeins í núgildandi náttúruverndarlögum, og það er fjarvera náttúrunnar sjálfrar sem að mér finnst náttúrulega algjörlega með ólíkindum. Að hérna ertu að tala sko villta náttúru sem við getum líka talað sem hið náttúrulegasta í náttúrunni og hún er hvergi nefnd á nafn í þessari skilgreiningu. Því hún er ekki hagaðili, er það ekki það? Nei, það er bara vegna þess að sko það sem að við þurfum að horfa á ef við viljum að víðernin taki raun að veru til náttúrunar, þá þurfum við að horfa á gildin sem er í náttúrunni sjálfri. Og það þýðir það og þarf að hafa þá einhverja mælikvarða, einhver viðmið á það hvað er það í villtri náttúrunni sem skapar henni gildi, sem sagt óháð manninum. Síðan til viðbótar við það koma alls konar mannkverf gildi sem er líka mjög mikilvæg. En grunnurinn er þessi. Við erum að tala það náttúrulegast í náttúrunni og við þurfum að ná utan náttúruna í víðernunum. Það er stóra verkefni okkar í dag. Og einhver leyti helgast þetta af því að rannsóknir á náttúru Íslands, þær eru bara ennþá svo ófullkomnar. Ef við samanburði við nágrannalöndin okkar, þá stöndum við bara alveg hrikalega illa. Þetta er náttúrulega algjörlega fjarstæðukennt og þetta er svona, ég veit ekki hvort þetta er meðvitað eða ekki, en það er samt auðvitað búið að halda rannsóknum á náttúru Íslands, líffræði, jarðfræði, landfræði, öllu, í fjársvelti, svo áratugum skiptir. Og ég þekki þetta líka, sko, eftir að hafa unnið svona innan stjórnsýslunar sem sérfræðingur í faghópi rammaáætlunar, að í rammaáætlun, í faghópnum er okkur ætlað að meta svona alls konar virkjana hugmyndir og hvað höfum við til að meta þær, hver grunnur matsins, það eru þessi gögn rannsóknir. Og þau eru bara oft þannig að það er ekki hægt að meta þetta almennilega því það skorti gögn. Og þegar það kemur að landslagi og víðernum, þá er staðan ennþá verri af því það hefur engin opinber aðili á Íslandi staðið fyrir eiginlegum rannsóknum á landslega víðernum. Náttúrufræðistofnun hefur staðið sig eins vel og bara mjög vel, eins og vel hægt að búast, varðandi jarðfræði, plöntur, fugla og ýmislegt fleira. En þeir hafa aldrei haft neitt svona mandate til þess að rannsaka landslag á víðerni og fyrir vikið í rauninni einu rannsóknunar sem eru til á þessum
mikilvægu náttúrufyrirbærum, þær eru unnar af akademikurum, af fræðafólki sem að svo aftur háð því að fá rannsóknarstyrki og bara á þeirra persónlegu hugsjón og ástríðu. Og jáfnvel þessar einmitt stofnanir sem eru til staðar, þær eru einmitt líka háðar í styrkjum og það er vöntun á stöðuleika virðist vera til þess að svona áframhald rannsókna því að það er ekki vöntun á fræðafólki eða sem rannsakendum virðist vera á Íslandi og það vantar ekkit upp á viljan og getuna, er það? Nei, sko þvert á móti. Við höfum úrvals vísindafólk á öllum sviðum og sem sagt, ef við tala sem akademiker þá er okkar tilvera þannig að okkur býðst að sækja einu sinni ári styrk til Rannís og það er úthlutana hlutfallið einhvers staðar milli 10% og 15%. Sem þýðir það að það er vitamál að 80-85% af umsóknum sem eru skrifaðar, þær munu aldrei ná í gegn, munu aldrei fá styrk. Og tímasóunin sem að fer í þetta, fólk er þarna að vinna í marga vikur og ég vil mánuði að semja hágæða umsóknir sem að eiga síðan bara örlitla möguleika á að verða einhverju. Og svo endur tekur þessi í 2-3 ár, annarkvæmt þangað til fólk fær styrk eða gefst upp. En þetta er kannski, þetta er staðan auðvitað út allan heim, hún er held ég slæm á Íslandi miðað við Norðurlöndin, ég hef ekki alveg nýjasta samanburð með það, en þetta er auðvitað bara svona gerast kaupin á eyrinni ef þú ert í akademíunni. Nú, eitt af því sem að fylgir þessu er náttúrulega mjög mikill samkeppniskúltúr sem að hefur ýmiss konar áhrif, en meðal annars það að hann spillir fyrir því að fólk vinni saman, að vinni þverfaglega, að deili þekkingu. Af því það er allir að bítast sömu örfá krónurnar. Ég hugsa sér, en leiðinlegur andi þá sem að skapast í... Já, ég meina aftur, ég veit ekki hvort þetta er meðvitað eða ekki, en þetta er það sem að gerist. Og þannig að það sem að þarf að gera, það þarf að gera stóra átak í því að ná sómasamlega utan náttúrulega fjölbreytni á Íslandi og þegar ég segi náttúrulega fjölbreytni þá á ég ekki bara við líffræðilega fjölbreytni sem er gríðarlega mikilvæg, heldur líka jarðfræðilega fjölbreytni landslags og fjölbreytni víðerna. Og þetta það bara gerast ekki seinna en á morgun, sko. Við getum ekkert beðið eftir þessu. Núna eru endalaus áform í gangi hér og þar alls konar framkvæmdir sem að munu spilla náttúrunni, munu draga úr líffræðilegri fjölbreytni, munu eyða jarðminjum, munu eyða víðernum, gjörbreyta landslagi og á meðan en við höfum ekki á meðan við höfum ekki þessa þekkingu sem við þurfum, að þá er svo auðvelt bara að láta þetta einhvern veginn bara flakka, Já, en svo líka er það ekki auðvelt þegar það er búið að fjársvelta og rannsóknir og kannski niðurstöður, jafnvel rannsóknir sem hafa verið í gangi í mörg ár og hefur síðan ekki fengist loka fjárveiting til þess að vinna úr og miðla þá niðurstöðum og skýran hátt og svoleiðis, að þá myndast kannski ákveðið millibilsástand og svo er svona ögurstund og eins og núna, við erum svolítið þar sem er talað orkuskort og það er talað alls konar krísur sem við erum í og þá er kannski litið til þessara gagna og laga sem ættu að nýtast við að móta framtíðar sín og framtíðina bara og þá er ákveðin skortur og þá í staðinn er þá ekki bara kyrt, er þá ekki hættan á að komi bara raunverulega þessi norska ekki norska en svona einhver skipulagshugsun eða bara einhver kortagerð sem byggist sem bara byggist á framkvæmda eða jafnvel á ég veit ekki, sjónamiðum ekki endilega erlendra, bara stórfyrirtækja eða gróðar sjónamiða komið í staðinn, ég er að meina það sem oft kemur einhvern veginn það er sagt að látið eins og þetta sé ekki fyrir hendi þessi þekking og það er svo ósangjart fyrir alla þá sem eru búnir að vera að leggja líf sitt undir að rannsaka en hafi ekki fengið fjármagn til einhvern veginn að skila því lokasprettin. Já, náttúrulega meðan að þetta ástand
ákveðins þekkingaskors að það er allavega ekki hægt að kannski svara spurningum með þeirri vissu sem að vísindamenn vilja geta svarað. Því það er bara, fyrstu við þurfum að svona okkar grundvallar motto eða bara grunnurinn okkar starfi er það að við séum áreiðanlegir, við séum heiðarlegir og ef þið finnst vera mikil óvissa í þínum rannsóknum að þá er mjög erfitt fyrir fólk að koma fram fyrir skjöldu að það er fólk sem að þekkir efnið alveg út og inn og það veit líka hverju annmarkarnir eru betur en okkur annar. Já. Og síðan er auðvitað Þetta meina þá að fræða fólk sem sagt raunverulega hiki við oft að fara að miðla niðurstöðum sínum? Já, af því það hefur ekki nægilega góð gögn til þess að koma með alveg afgerandi svar á vísindalegum forsendum. Já. Og þá í millitíðin er bara raunverulega allar þar rannsóknir einmitt settar út í kuldan og tekið einhver svona afgerandi þekking sem er byggist á vissu. Er þetta meina svoleiðis? Nei, það er bara tekið einhver handókskend ákvörðun af því að vísindalega vissa liggur ekki fyrir til að undirbyggja stefnumótunina eða ákvörðuntökuna og þá gera menn bara það sem er sýnist. Og þá bara vísa þær í einhverja dægurumræðu eða einhverjar hugmyndir, þessi ótti sem er búin að magna upp núna undanfarið misseri varðandi orkuskortin. Þetta er svo ósiðlegt að ég bara ekki tvall að tala um þetta. Nei. Og þarna eru samankomin hvort það eru samantekið ráð eða ekki. Þarna eru sem sagt stóri hagsmunaaðilar, þarna eru stór fyrirtæki og þarna eru stjórnvöld, eða voru allavega, sem að lögðust allavega eitt við það að búa til einhverja rússagrílu, þetta er svona bara með svipa á rússagrílan hérna í gamla daga, eða fólk mann eftir henni, og að búa bara til andrúmsloft ótta. Að það verður ekki til neitt rafmagn fyrir ísskápinn eða tölvuna. Við vitum það, allir sem að vilja horfa á hlutina vitum það að það er engin orkuskortur í Íslandi. Það er eins og skortur á útsölu orku til fyrirtækja sem er ekki tilbúin að borga sama verð á almenningu borgar eða ylræktundur. Þetta er náttúrulega bara kerfislægur heimatilbúin vandi sem að hluta til sé að magnaður upp með það að það er í gangi ákveðin spákaupmennska að nú er allt í einu semst hægt að versla með orku eins og hverja aðra vöru eins og þetta væri gull eða demantar og þetta er svo aftur að kýla upp verðið og svo sem sagt er ekki hægt að koma því í gegn að almenningur eigi að fá tryggða orku við sem að notum 10% af því sem er framleitt af því að fyrirtækinu það hefur mismunun á einhverju samkeppnisgrundvelli að almenningur fái að njóta þess að megnið af þessum virkjunum og öllum þessum framkvæmdum er borgaðar af almannafé. Og þetta er okkar land, okkar náttúra sem er verið að setja undir þessa framleiðslu. Þú ert eiginlega má segja í þessari bók, Víðerni, verndun hins villta í náttúru Íslands, þá má segja að þú sért að skrifa ákveðin grunn fyrir bæði almenning á Íslandi þá í þessu samhengi, þar að segja, upplýsingar, kortlagning, taka saman þekkingur ótrúlega mörgum áttum og náttúrunar, eiginlega, þú ert að gera þetta fyrir almenning og náttúrunar má segja, þú ert að draga fram svolítið röddi náttúrunar og skýra fyrir okkur bæði á mjög vísindalegan máta en mjög aðgengilegan verið að segja og hrósa þér fyrir það, eða sem sagt ég veit ekki hvort mitt hrós er eitthvað, eða ég bara meina þetta er svona, það er svo gaman að lesa þetta að þú ert alveg að fara að detta inn í alveg ofboðslegan kima í einhverjum fræðum en þá kemur þetta baka og maður heldur áfram þannig að eins og þú segir, það er þessi þú ert að segja, það vantar svo mikið líka heildarsýnina og að detta ekki bara inn í eitt PowerPoint show hjá einhverjum
businessmanni sem ætlar að fara að er að kortleggja og búin að gera það með kannski glæsilegum hætti á einhverjum skjá og fólk hefur eiginlega ekkert engin ansvör Nei. og það er svo erfitt að segja bara já en náttúran Það er búið að þrengja umræðina svo mikið að þú þarft að eina sem ég getur svarað er að svara á sömu forsendum en þá ertu kannski bara að tala brota stórumyndinni. Já. En þú ert þú ert bæði að tala mikilvægi heildarsýnarinnar og þú ert að leggja mikið innlegg til eða hornstein inn í þessa heildarmynd og þá fattar maður strax auðvitað þú ert að tala líka þessa kortlagningu og forsendur hennar og þú ert að skoða svo mikið forsendur í umræðinni að þá þarf að gefa því ákveðin gaum og tíma sem að síðan spurningin skilur, hver mun taka við þráðunum og verður áhuga á því að skapa þessa heildarsýn. Já, einmitt það kannski má segja svona eftir á hyggja og þá var svona vandamálið eða svona var í þetta hvers vegna víðernavernd á Íslandi svo lítil og í svo miklu skötulíki og þá svo fór ég að reyna að komst ég að því að þarna var svolítið mikið svona stór og þéttur flóki sem að í bókinni þá nálgast þetta með því að brjóta vandamálið upp í 5 minni vandamál. Sem sagt í fyrsta lagi orðanotkunina, hugtökin, síðan kortagerðina, síðan gildin og svo stjórnsýsluna sem er líka stór þáttur í þessu, bara praktíkin í kringum þetta. Og síðan í síðasta kaflinn snýst svona í kjarnan ákveðna sýn mína á mikilvægi víðernanna fyrir fagurferðilega reynslu og upplifun sem að ég lít á að sé rauninni bara djúpt inn í kjarna okkar sem manneskjur. Siðferðið og fagurferðið að það svona í mínum huga það vega nokkuð neginn jafnt og við getum talað lengi það en allavega þá svo kemur í ljós að þetta svona þessir þó ég sé búin að smætta þetta að brjóta þetta niður í 5 minni vandamál og þá eru þau alltaf eitthvað að tunna saman það sem ákvarðanir sem eru teknar í kortagerð þar geta haft áhrif á stjórnsýsluna mikil áhrif á stjórnsýsluna. Það geta líka haft áhrif á hugtakanotkunina með því að festa þessa norsku sýn í sessi sem ég kalla í rauninni neikvæða nálgun á víðernin af því að hún horfir eingöngu á neikvæð áhrif af hálfu mannsins eða möguleg neikvæð áhrif af hálfu mannvirkja eins og virkjana, háspennulína, uppbyggðra vega og þess háttar. Og síðan sér maður líka í stjórnsýslunni þar eru ákveðnir meinbugir. Til dæmis það hefur aðeins 1 verndarsvæði á Íslandi verið tilnefnt vegna víðerna og það Drangar á Ströndum og það var að frumkvæði eiganda, það kom ekki frá ríkinu og í öllum þessum tillögum sem hafa komið frá Náttúrufræðistofnun sem eru margar rosa fínar að nýjum svæðum sem verðskulda vernd þá ekki eitt einasta víðerni ekkert eitt einasta landslagsverndarsvæði þar og það er flókið mál að útskýra það en allavega þetta er afleiðing af ákveðnum ferlum ákveðnu þróun sem búið að vera í gangi innan stjórnsýslunar og í lagaumhverfinu en þetta er niðurstaðan og það er ekkert útlit fyrir það að það verði nýtt víðerni vernd á Íslandi næstu árin. En þú lýsir í svolítið þetta eins og hugafarið sé ennþá innan stjórnsýslunar og kannski hjá þjóðinni svolítið að við erum föst í einhverjum gömlum hugsunarhættu að þetta sé þetta ónýtilega land eða við hugsunum þetta út frá landbúnaðinum eða svoleiðis út frá einhverju framkvæmdum og framfara sín og þetta sé þá einmitt eins og þessi svæði sem skiptir engu máli í því sambandi eða svoleiðis en þú ert raunverulega að sýna fram á að þetta er raunverulega bara eins og rannsóknarstofa þarna eru það merkileg ferli
sem að við verðum eiginlega að varðveita til þess að læra, til þess að eiginlega bara geta, ég veit ekki, bara lifað áfram á jörðinni eða hvað, þetta það stór merkileg ferli innan akkurat þessara svæða og svo þetta að segja líka að þetta sé bara gott fyrir okkar, eins og þú segir, upplifun og líðan og bara, og hvernig við nálgumst þessi svæði, það ekki svona niðurstaðan? Jú, sko, það eru, sko, vissulega eru þarna heilmikil vísindagildi í húfi, það að segja að með því að hafa ákveðin svæði þar sem náttúran fær bara algjörlega ráða ríkjum þá getum við sem sagt fylgst úr fjarlægð með því hvernig náttúran haga sér eða hvað hún gerir þegar hún fær að vera í friði en síðan eru önnur og mínum að þetta svona mikilvægari rök sem eru einfallega bara virðing okkar gagnvart náttúrunni að við séum reiðubúin að skilja eitthvað eftir handa náttúrunni sjálfri að við þurfum ekki alltaf og allstaðar að setja marka okkur á náttúruna til þess að nýta einhver meint auðæfi hennar eða breytin í peninga og þarna erum við svolítið komið bara að kjarnanum í hugmyndafræði náttúruverndar að það sé eitthvað í náttúrunni og það er enda gríðarlega margt sem verðskuldar sko verndun á hennar eigin forsendum. Svo til viðbóta við þetta, þá kemur þetta samspil sem sagt manneskju og náttúru og þar þurfum við að byrja að gera okkur grein fyrir því að við erum afsprengi hvors tveggja náttúrunnar og menningarinnar og við sem manneskjur, við fæðumst inn í heiminn með ákveðna siðferðisvitund og ákveðna fagurfræðivitund og síðan svona, maður segja, það sem við gerum á þessum 80, 90, 100 árum eða hvað það er sem við fáum að lifa og það snýst það að þroska þessa hæfileika og láta gott á okkur leiða, skipta máli og það er allavega mín sýn á þetta að lífa á tilveruna, sko. Og þú sér, einhvern veginn þú segir það kannski ekki alveg beinlínis í einni setningu að þú ert samt raunverulega að nýta ringi eða þú veist, mann skilst að þetta hugarfar, mannsins og þetta siðferði, að það sé bara, já, einhvern veginn samofið þessu viðhorf okkar til náttúrunnar og það sé beinlínis mikilvægt að rækta tengslin við náttúruna af virðingu gagnvart bara hinnu villta og stjórnlausa í staðinn fyrir að vera hrædd við það sko og þannig að þú tala líka ástina í sko, en þetta eru svona, maður skilur alveg kannski einhverju skipulagsverkfræðingar verið svolítið hræddir þegar lesa þarna ástina og ástina og og þetta villta Já, ég held enda að skipulagsfræðingar séu nú upp til hópa mjög vísýnt og skynsamt fólk sko. Ég hef nú átt þeirra gæfu að kynnast þeim nokkrum sko því ég vann hluta mínu verkefni mjög náið með skipulagsstofnun og kynntist mjög góðu fólki þar sem hafði bara líka mikil áhrif á mig sko. En það er alltaf þetta huglaga element í náttúruverndinni sem að er svo erfitt að fyrir fólk að höndla og þarna er svo auðvelt að kasta því bara út á borðinu sem einhver tilfinningasemi eða einhver rómantík sko. En málið er það að ef þú hugsaðir þetta út frá þér sjálfri sem manneskju þú veist, þá er það akkurat þetta sem skiptir máli þú veist, það er þessi djúpatenging sem að þú getur náð við villta náttúru og það sem ég er að segja með því að taka ástina inn í þetta umhyggjuna er að þessi tengsl sem eru bæði af siðferðilegu eða eru svona grunnurinn að þeim er fagurfræðilegur síðan þegar að maður er búin að ná að mynda tengingar að þá fáðu með gegnum fagurfræði það fáðu líka á sig siðferðilega vít og þetta er í rauninni ekkert ósvipað því hvernig við myndum tengsl við annað fólk
Nei. Og sem sagt, við getum talað mjög fjálglega siðgildi og siðferðileg verðmæti, en allavega minn mentor og vinur Páll Skúlason, sem er svona, hans hugsun svo sem að ég hef mikið tiltekið mér og hugsað áfram, að siðferðisleg verðmæti, þau raungerast í athöfnum fólks. Hvernig við raun að vera komið fram við aðra. Við getum talað frelsi og jafnrétti og bræðralag og umhyggju, en ef við síðan komum fram eins og skítælar við fólki í kringum okkur, hvort sem það er fólk af erlendum uppruna eða fólk sem á við einhvers konar hamlur að ræða, eða fólk sem að hefur ekki sömu kynvitund og við sjálf, þú veist, ef við komum fram bara af skeytingarleysi og ég vil bara ílsku við annað fólk, þá náttúrulega alveg tóntmál að tala einhver siðgæði. Og það sama gildir samskipti við náttúruna, að sko, í mínu tilfelli, og ég er kannski ekki dæmigerður, en að því við töluðum rannsóknarsetrið áðan, að þá var það svona ákveðin auka afurð eða auka verkun, side effect, af því að ég ákvaða að flytja austur og Hornafjörð á sínum tíma, fyrir bráðum 20 árum, var það að ég fékk tækifæri til þess að komast í mikla nánd við stórkostlega villta náttúru. Og það er náttúrulega, það er kannski sú náttúra, það er kannski hotfisk náttúra sem þessi bók mín er ákveðin óður til. Já. En það er þetta með rætur í hálendis upplifunum á fyrir árum. Þú talar jarðnánd. Jarðnánd. Er ekki Jónas Hallgrímsson sem bjóð til það orð? Ég veit það ekki. Þú talaði jarðnæði. Já, það var nú. Og svo er bæði Páll Skúla og Gísli Pálsson tala jarðsamband. Já. Þetta er einhver hugsun þarna sem að mennurinn ná utanum. Ég rakst fyrst á hugtaki jarðnánd í grein Þorberg Þórðarsson eftir vin minn Viðar Reynsson, bókmennafræðing. Og þetta orð einhvern veginn, þetta er eitthvað sniðugt. En sem sagt... Það er ekki bara þetta nytsamlega að það sé beinlínis sem að svo sem fleiri og fleiri sína, það er beinlínis gott fyrir okkur mikilvægt að komast í þessa jarðnánd og í þessi tengsl við náttúruna, heldur er það líka spurning eitthvað sem við getum gert kröfum að við komum fram við náttúruna af virðingu, eins og þú segir, og hún fái þá einhverju stöðu, ekki bara í kortagerð, heldur líka í lagalegu umhverfi og hugarheimi. Það er... Hún verðskuldi virðingu. Já, einmitt sko, og einfaldasta leiðin til að hugsa það er að ef þú getur sýnt fram á það að eitthvað svæði eða eitthvað fyrirbæri búi yfir gildi, þá er það sem sagt verndar virði og þá leið krefst það virðingar. Bæði verndunar og virðingar, af því að það býr yfir þessu gildi eða þessum gildum. Og þannig að þar er oft sko einhvern veginn stoppar þetta í kerfinu að annarkvort getur ekki sýnt fram á það að þetta gildi sé raun og verið til staðar að það vantar þekkingu eða enginn hefur rannsakað þetta eða að þú getur ekki sýnt fram á það að þetta gildi sé verðmætt eða að því að þetta er kannski verðmætt fyrir fiska eða fyrildi eða lóur og spóu eða melgresi og við þurfum að finna leið til þess að deila heiminum með restina af lífheiminum. Það er bara, þú veist, og það er aldrei verið mikilvægara en nú þegar við erum að horfa upp á eyðingu á líffræðilegri fjölbreytni og á búsvæðum lífvera, á stofnum, tegunda útdauða í miklu stærri stíl heldur en nokkuð tíman hefur verið áður, svona allavega af mannavöldum.
Og þetta helst síðan allt í hendur. Þetta, einhver leiti þetta tilkomið út af hnattrænum loftslagsbreytingum. Einhver leiti þessi eyðing búsvæða, skóga og annað að kynda undir bálið. Og síðan hefur þetta líka hvortvekja líffræðileg fjölbreytni og loftslagsbreytingar hefur áhrif á sjálfbæra þróun sem þá fyrst og fremst bara hvernig við sem manneskjur viljum byggja upp okkar samfélag, okkar menningu. Og síðan það sem þegar við nefndum orkuskortin áðan, að það sem náttúrulega verið að gera það lengt og ljóst. Það verið að taka loftslagsmálin og stilla þeim upp gagnvart þessari hefðbundinni náttúruvernd. Að það eigi bara að fórna öllu fyrir loftslagið, en á sama tíma búið að smætta á loftslagi orku, þannig að það rauninni bara á að fórna hvaða náttúru sem viltri eða einhver leiti spiltri fyrir aukna orkuframleiðslu. Þetta er alltaf glæpsamleg smættun og ekkert heildarsamhengi sem raunverulega þótt að vanti meira upp á stiði við rannsóknir og svoleiðis, þá samt það mikil þekking sem nú þegar til sem ekki verið að hlusta á. Nei, það rosalega stórt gat á milli okkar sem að framleiðum þekkinguna og þeirra sem að eiga nýtana til þess að taka upplýstar ákvarðanir hag bæði almennings og náttúrunnar. Og til að þú nefndi það áðan að það alveg mjög gaman að heyra það að þessi bók hún skrifuð bæði á sama tíma fyrir íslenskan almenning og fyrir íslenskan náttúru. Já. Við getum ekki annað en bara mælt með þessari bók, sérstaklega fyrir kannski þá sem eru að reyna að búa til lagaumhverfi og skipuleggja bara framtíðin á Íslandi. Víðerni verndun hins villta í náttúru Íslands eftir Þorvarð Árnason og svo verður við náttúrulega bara hvetja til þess að það verði stóraukið vægi rannsókna á náttúru Íslands og vistkerfunum og öllu fyrir náttúrun og almenning. Svo sannarlega. Kæra þakki fyrir að koma að Rauðaborðinu. Takk sömuleiðis. Og Þorvarður Árnason, forstöðumaður rannsóknarseturs Háskóla Íslands á Hornafirði, fræðimaður í umhverfis hugvísindum, rithöfundur, ljósmyndari, listamaður. Ég heiti Oddný Eir. Ég þakka Pétri Fjellsteð fyrir að galdra samræðana yfir til ykkar. Án hans kæmustu ekki lönd né strönd og við förum í stutta frímínútur í þessum metnaðarfulla litla heimaskóla og koma aftur að Rauðaborðinu að ræða málin eftir smástund. Takk. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.